Komið sæl, þetta Pólitíkin, 37. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Ljósleiðaravæðing Íslands verkefni sem unnið hefur verið sleitulaust að síðan Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi innanríkisráðherra, skipaði starfshóp fjarskipti í byrjun kjörtímabilsins 2013-17. Formaður starfshópsins var Haraldur Benediktsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi og hefur hann unnið að málinu síðan, meðal annars sem formaður og stjórnarmaður í fjarskiptasjóði. Starfshópurinn skilaði tillögum að ljósleiðaravæðingu hratt og vel og Ólöf heitin Nordal, fyrrverandi innanríkisráðherra, átti frumkvæði að því að koma málinu áfram og skipaði verkefnahóp til að vinna að útfærslum á tillögum fyrrnefnds starfshóps. Formaður þess hóps var einnig Haraldur Benediktsson. Verkefnið fór af stað af miklum krafti víða land, meirihluti fjárlaganefndar á þar síðasta kjörtímabili studdi við framgang þess í upphafi af myndarskap og Jón Gunnarsson, fyrrverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, beitti sér einnig í málinu, veitti fjármagn í verkefnið og skilgreindi ljósleiðaravæðinguna sem byggðaverkefni sem hafði mikið að segja. Lagning ljósleiðara grunnurinn að 5G-væðingu landsins sem svo leggur grunn að sjálfvirknivæðingu og róbótatækni eins og sjálfkeyrandi dráttarvélum svo dæmi séu tekin. Bylting handa með hornið og þar mun ljósleiðaravæðingin tryggja að allir geti tekið þátt hvort sem fólk býr í þéttbýli eða dreifbýli. Í þessum þætti ætlum við ekki að ræða róbótatækni og sjálfvirknivæðingu. Við geymum það til betri tíma en beinum sjónum okkar að raundæmum nær í tíma. Það óvægt að segja að unnið hafi verið kraftaverk í ljósleiðaravæðingu þar sem ríki, sveitarfélög og almenningur hafa tekið höndum saman. Ljósleiðari að verða staðreynd allt land, jafnt í dreifðustu og þéttustu byggðum landsins. Árið 2013 sá enginn fyrir COVID-19, en það óvægt að segja að ljósleiðaravæðingin hafi komið einkar vel að gagni á þessu ári, þegar að internetið hefur sjaldan verið mikilvægara til að halda uppi eðlilegum gangi í samfélaginu. Nemendur stunda nám allt land í gegnum internetið, fólk vinnur að heiman vikum og jafnvel mánuðum saman og samskipti við vini og ættingja fara að miklu leyti fram í gegnum internetið. Fólk allt land farið að nýta sér tækifærin sem fylgja ljósleiðaranum til atvinnu og verðmætasköpunar. Fólk starfar hjá alþjóðafyrirtækjum óháð staðsetningu, störf á vegum ríkisins auglýst án staðsetningar, enda og á staðsetning ekki að vera hindrun lengur. Tækifærin endalaus. Til að ræða þessi mál hef ég fengið góða gesti í þáttinn, þau Evu Björk Harðardóttur, hótelstjóra Hótel Laka við Kirkjubæjarklaustur, oddvita Skaftárhrepps og formann samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og Ragnar Sigurðsson, framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila Fjarðabyggðar og bæjarfulltrúa í Fjarðabyggð, en hann situr einnig í stjórn fyrirtækja í velferðarþjónustu. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. Eins og þeir sem horfa á þáttinn áttar sig á, erum við ekki saman í stúdíói, heldur nýtum við þessa frábæru tækni sem ég hef verið að tala hér ljósleiðarann, til að taka þennan þátt upp með mörg hundruð kílómetra á milli okkar. Ef við byrjum á þér, Ragnar, hvernig hefur þínum störfum verið háttað undanfarna mánuði? Nú ertu að vinna mikið heima, hvernig eru samskiptin við skjólstæðinga eða íbúa hjúkrunarheimilana og samstarfsfólk og eins veltir maður fyrir sér hjúkrunarheimili allt land, þar sem hafa verið lokanir jafnvel eða mjög takmörkaðar heimsóknir. Væntanlega hefur ljósleiðarinn komið að góðum nótum til að geta haldið upp í svona einhverjum samskiptum þessa fólks við sitt fólk sem má ekki og getur ekki heimsóta. Hvernig staðan á þessu hjá þér? Já, þetta auðvitað gjörbreyttur veruleiki frá því sem að við erum öll vön og eins og í hjúkrunarheimilunum þá þetta bara búið að vera mjög krefjandi og vera ýmist með heimsóknarbann eða heimsóknartakmarkanir og allt slíkt. Þannig að það eitt og sér í tengslu við allar sóttvarnaráðstafanir er gjörbreyting á því sem maður vanur. Og svo þetta auðvitað líka gjörbreyttur veruleiki gagnvart pólitíkinni, það svona svolítið nýr veruleiki að nálgast pólitíkina þannig að vera allt í einu að reyna að umgangast sem fæsta. Það er svolítið nýtt og svona maður þarf að læra að fóta sig í þeim veruleika en svona í öllum þessum störfum að þá þetta mesta breytingin fyrir okkur sem erum fyrir austan og til dæmis hjá mér að þá hefur maður verið í því að
fljúga suður til þess að sinna fundum og verkefnum þar einu sinni til tvisvar í mánuði og það hefur auðvitað verið mjög kostnaðarsamt en ætli ég hafi farið nokkuð nema tvisvar, þrisvar á sinnum suður með flugi á þessu ári og það var allt saman fyrir hluta ársins. En samt sem áður er ég að sinna öllum þeim verkefnum sem ég er vanur að sinna og það fer allt saman í gegnum fjarfundarbúnað og funda daglega og jafnvel oft á dag í gegnum interneti núna og þetta er svona eitt af þeim atriðum sem er fyrirsjáanlegt að komi til með að breytast heilmikið. Því að við erum öll bara búin að þurfa að læra að nota þessa tækni og það er svona, að ég held fyrirsjáanlegt að það muni bara vera þessi breytti veruleiki sem að verður í kjölfarið á COVID og svo við hefðum viljað læra þetta með öðrum hætti. En Eva, nú ert þú formaður SAS og þekki vel svona þessar dreifðu byggðir á Suðurlandi, langt á milli staða. Hvernig er ljósleiðarinn að nýtast í þínum störfum? Væntanlega ertu minna að fara og hitta fólk eins og Ragnar kom inn á áðan? Já, kannski fyrst aðeins að leiðrétta að ég skilaði að mér formennsku SAS í síðustu viku. Nú, já. Eiginlega fyrir viku síðan. En það breytir því ekki að ég dýja þessari reynslu og svo ég tali fyrir mig og svona svolítið pólitíkina, þá það í raun og veru hefur COVID gert okkur færst að við erum allt í einu komið alvöru valkost fyrir landsbyggðina. Að vera virk í umræðunni án þessa kostnaðar sem að fylgir. Við erum ekki lengur að eltast við klukkutíma fund, keyra í 3 tíma til þess að taka klukkutíma fund og svo aftur tilbaka og ná kannski öðrum næsta dag, því að nú vill maður helst vera heima hjá sér eins og mikið maður getur. Og maður getur sótt þessa fundi og meira á jafnræðisgrundvelli. Af því að í dag sér maður það að það eru allir á Zoom eða allir á Teams. Þannig að við erum jöfn. Það er svo erfitt að vera ein af 3 eða 4 sem eru í fjarfundi og hinnir eru í staðfundi og maður svona svolítið gleymist og það er erfitt að taka þátt í umræðinni. Heyrist illa, en þetta er svona fundirnir orðnir svolítið kannski markvissari og tala ekki sparnaðinn og þetta jafnvægi sem er komið á. Það sem maður getur náð öllum þeim fundir sem maður þarf án þess að eyða miklu. Hvað heldurðu með svona þróunina? Heldurðu að því að þau bæði komið svolítið inn á, nú er bara breyttu veruleiki og reynsla sem við höfum þurft að tilenga okkur. Heldurðu að fólk muni í meira mæli fara að líta á það sem valkost að vera bara upp í Skaftártungu og vinna í gegnum netið við Reykjavík eða New York eða hvað sem er, það eru voðalega litlar hindranir orðið þegar fólk er orðið svona almennilega nettengt. Já, það er það sem er að gerast. Og mér finnst við erum svolítið að horfa inn í framtíðina núna og þessi ljósleiðaravæðing hefur gert okkur það fært að standa jafnfætis höfuðborgarsvæðinu og bara heiminum öllum svolítið. Og jafnvel komin með smá forskot á heimsvísu. Þetta er ómetanlegt skref inn í framtíðina fyrir okkur sem búum í dreifbýlinu á Íslandi. Já, ég held að þetta svona gera það verkum að við höfum svona farið hraðar í tæknivæðingunni og svona ýta okkur svolítið á stað og bara eins og hérna á hjúkrunarheimilunum þá höfum við verið lengi með það verkefni í gangi að fara út í fjarlækningar í auknum mæli og nú bara í síðustu viku var læknavitjun hérna á hjúkrunarheimilinu hjá okkur með lækni í Svíþjóð sem var að annast fjarlækningar og vitjunin fór öll fram í gegnum slíkan búnað og þetta er gríðarlega öfluga myndavélar og skynjarar sem að þar til og þarna kemur ljósleiðarinn sterkur inn í, hann er algjör forsenda þess að við getum nálgast þetta verkefni og þetta er svona eitt af því sem að þessi bylting sem er að verða núna og COVID hefur svolítið ýtt okkur á stað í auknum mæli í þessu er að verða veruleika. Er bara svona forvitnissakir, er ljósleiðarvæðingunni fullkomlega lokið í ykkar sveitarfélögum báðum, vitið þið það?
Mjóifjörður var síðasta byggðin til þess að tengjast inn á ljósleiðarann. Það síðasta byggðin sem tengdist á Íslandi. Dreifbýlið ekki alveg, því verkefni ekki alveg lokið hérna í Fjarðabyggð en það langt komið. Og svo á eftir að efla þessa fíntengingu kerfisins sem er mjög mikilvægur þáttur bara varðandi öryggisþáttinn og svona sem einmitt einn þátturinn í þessu að ljósleiðarinn eflir öryggi fjarskiptanetsins gríðarlega. Hvernig staðan í ykkur Skaftárhreppi? Já, við vorum svo heppin að fá flýti aðgerð á lagningu 3 fasa rafmagns í sveitarfélaginu og Þórdís Kolbrún sá til þess. Þannig að þar með var eiginlega kominn grunnur fyrir ljósleiðaralagningu í sveitarfélaginu. Því að við náttúrulega getum aldrei gert þetta meðan að við erum í einhvers konar samkeppni fjármagnið þar sem að svo langt á milli tengistað hjá okkur að hver tenging hleypur á milljónum. Við hefðum aldrei náð að sækja í sjóðinn vegna þess. Þannig að við stefnum núna á að ljúka að tengja dreifbýlið annaðhvort í lok þessa árs eða þá bara snemma næsta ári. Já, frábært. En það en eftir situr náttúrulega þéttbýlið okkar Klaustur. Það eiginlega næsta verkefni sem þetta verkefni Ísland ljóstengt þarf að horfa á. Það eru þéttbýlissvæðin allt land sem í raun og veru orðin hálf sambandslaus eftir þessa aðgerð. En hvernig, nú sitið þið bæði í sveitarstjórnum, eru sveitarfélögin farin að horfa til tækifærana sem fylgja þessari ljósleiðaravæðingu í sinni áætlunargerðum, íbúðaþróun og atvinnusköpun og annað þess háttar, eða eru menn svona svolítið bara að bíða og sjá hvað gerist? Við erum í Skaftárhreppi að vinna að því að koma upp þekkingarsetrun okkar. Þar sem að við gerum ráð fyrir skrifstofuhúsnæði fyrir fólk sem getur þá sinnt vinnunni sinni hvaðan að sem er. Því að þó að það sé óskaplega gott og þægilegt og við erum búin að svona fatta það að við getum verið heima hjá okkur og inni heiman frá okkur, þá það kannski til lengdar þurfum við þetta samfélag sem heitir vinnustaður. Þannig að við erum að reyna að koma okkur upp þannig vinnustað þar sem að fólk getur komið og unnið og þá þarf að vera háhraðatenging til staðar. Það er svona það verkefni sem við erum með í gangi núna til þess að reyna stuðla að því að fólk geti komið og unnið. Þetta var einmitt eitt af því sem ég ætlaði að nefna var þetta fjarnám og svo gríðarleg aukning sem eru orðið á því á síðustu árum og tækifærin að því að nú þar fólk unnið, það ekki orðið hindrun lengur að þurfa að fara eitthvað. Þið eru komin að vel á veg með svona símenntunarstöðu eða þess að það í Klaustri, hvernig það í Fjarðabyggð? Við erum auðvitað með svona námsver hér og erum búin að vera núna að vinna í verkefni undanförnum árum sem snýra að uppbyggingu háskólaseturs Austfjarða í samvinnu við atvinnulífið. Og bindum mikla vonir við að það komi þá til með að efla allt slíkt starf og þetta sér maður bara að það getur alveg til jafns verið ávinningur fyrir allt annað í landinu. Þetta bara aukið námsframboð fyrir alla og þarna erum við að horfa á svona sjávarútvegs og stóriðju nám og þannig að við bindum vonir við að það verða veruleika og höfum síðan ofan í það námsveri að ég hygg öllum sveitarfélögum hérna fyrir austan. Og það gríðarlega mikil aðsókn í það og bara í kjölfarið á öllum þessum námsframboðum sem hafa orðið með auknu fjarnámi. Og já. Ég veit að það háskólafélag á Suðurlandi, háskólafélag fyrir austan? Nei, þetta er svona frumskrefið í því. Já, akkurat. Að koma á þessu háskólasetri í samvinnu við Háskólann á Akureyri. En hvernig, sveitarstjórnarmenn eru nú alltaf með puttan á púlsunum svona í sínum samfélagum, hafið þið tekið eftir eða orðið var við
að það sé að fjölga störfum á svæðinu, ekki núna bara kannski á þess ári, en svona með þessari ljósleiðaravæðingu, með þessar bættu samskiptum, að fólk sé farið að horfa til þess að setja upp fyrirtæki, ég ætla nú kannski ekki að segja einhver mín í gagnaver, en einhver svona hátækni fyrirtæki sem þurfa nauðsynlega á þessari þjónustu að halda. Hafið þið orðið eitthvað var við slíkt á ykkar svæðum eða eitthvað pælingar í það átt? Ekki kannski beint, en hér þetta mjög öflugt atvinnulíf og það er mikil þörf á fjölgun hérna. Okkur vantar fólk. Alcoa Fjarðarál er að bæta við sem mannskap á vöktum og svo þetta verið gríðarleg uppbygging hérna í laxeldinu og þeim störfum mun halda áfram að fjölga á næstu árum. Það hefur oft verið fyrirstaða að fá fólk hingað austur einmitt bara út af fjarlægðinni við höfuðborgarsvæðið og þá hefur þetta oft snúist það að finna starfi hæfi fyrir makann og einmitt með þessum auknu tækni framförum að þá ætti þetta verða minni fyrirstaða og svona auknir möguleikar í þessu að fá þá fólk hingað þar sem að staðsetning starfanna skiptir minna máli og við höfum verið að horfa svolítið til þess að koma upp klösum, að búa til aðstöðu fyrir fólk, einyrkja og litlar skrifstofu aðstöðu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Þannig að þessir einstaklingar hafi þá litlar aðstöður sem þær geta fengið þá inn í og deila þá með sér þessum sameiginlegu almennu rýmum. Þannig að við gerum algjörlega ráð fyrir að þetta muni hafa jákvæð áhrif á allt þetta, bara með tilkomu starfa án staðsetningar, þar sem að staðsetningin verður engin fyrirstaða. Hvernig er staðan hjá ykkur? Við sjáum best hvað er að gerast hjá okkur á svona áþreifanlegum hlutum eins og leikskólinn er að sprengja utan á sér. Í annað skiptið við erum nýbúin að stækka um helming og hann er aftur orðinn allt of lítill. Sem þýðir það að það er ungt fólk er að flytja á svæðið og það tekur svolítið störfin sín með sér sem er ótrúlega dýrmætt. Þannig verða náttúrulega kannski til ný störf að það verða til útibú smátt og smátt. En svo erum við, sóknartækifærin hjá okkur liggja svolítið í námi og menntun og því það er náttúrulega bara framtíðin felst í því. Framtíðin á Íslandi felst í námi og menntun. Og eina sem ég finnst þó við séum með Háskólafélag Suðurlands og við erum með fræðslunetið á Suðurlandi, þá vantar okkur að Háskóli Íslands taki sig saman í andlitinu og bjóði upp á nám, að flest allt nám geti verið í fjarnámi líka. Þeir hljóta að geta lært á COVID eins og við hinn, þar sem allir sitja núna heima hjá sér og eru að læra samt. Þannig að ég er að vonast til þess að þetta verði svona svolítið vakning í menntakerfinu og það nýtist okkur út á landi alveg klárlega. Ég man einu svona einhverja dæmisögu sem ég heyrði af því að framhaldsskólanemar úr Skaftárhreppi var ekkert endilega að flýta sem ekki heim helgar því það var ekkert internet en það er væntanlega ekki orðið lengur vandamál og einmitt skapar þessi tækifæri að nú ættu allir háskólar að geta boðið upp á nám hvar sem er á landinu, hvort sem það er í Skaftárhreppi eða í Fjarðabyggð eða í Árneshreppi og Ströndum eða hvar sem er, það á auðvitað að vera alls staðar jafnt aðgengi, þannig að það er allavega hindrun sem er að ryðjast úr vegi. Já, nú en situr þessi saga var allavega góð. Já, nú situr aumingja menntaskólaneminn minn heima og lærir og ég get pesteraðan allan sólarhringinn hvort hann sé búinn að skila þessu og skila hinu þannig að það fer ekki fet. Ég ætlaði svona kannski í lokin aðeins að tala bara tækifæri. Við erum aðeins búin að koma inn á það að þetta skapar þetta breytir því að fólk þarf ekki að vera að fljúga eins og oft til Reykjavíkur eða keyra eða annað. En hvaða lærdóm, að því út úr öllum kreppum kemur nú eitthvað gott, hvaða lærdóm getum við, ef við horfum bara á þetta sem við erum búin að vera að ræða hér, hvaða lærdóm getum við dregið og hvernig haldið þið að þróunin verði? Við erum búin að vera að horfa núna bara síðast á fjármálaráðstefnu sveitarfélagi sem ég vænti þess að þið hefði kannski bæði verið á, hún var haldin í gegnum netið og það er orðið svo margt sem við erum að prófa núna sem að áður fyrir menn hefðu kannski talið ómögulegt.
Og í því samhengi, hvernig svona sjáu þið fyrir ykkur framtíðina þegar við losnum við þessa pest og samfélagi fer aftur í eðlilegan farveg, en hvað það sem að við munum ekki vilja bakka með úr því sem við erum búin að vera að læra á núna? Fyrir mig þá held ég þessi lausnarleit og þessi sveigjanleiki sem að hefur orðið til að leita nýrra leiða og leysa málin. Þetta er svo dýrmætt. Fjarfundur kemur aldrei í staðinn fyrir að hittast og hitta félagana og klappa hvort öðru á bakið og vera sálusorgarar og stappa í hvort öðru stálinu og eitthvað svona. En þannig að við verðum að hittast þegar að þessu líkur. Ég fer ekkert ofan á því, en mjög marga fundi hægt að leysa svona og mjög margt hægt að leysa svona. Á síðustu viku vorum við með ársþing og aðalfund SAS, þar sem yfir 100 manns sátu þingið og það voru við greiddum atkvæði og náðum upp góðum umræðum og voru fullt af góðir fyrirlestrar sem komið, þannig að við höfum góða reynslu á þessu. Fjármálaráðstefna var frábær. Skemmtilegt að bjóða manni upp á föstudagsmorgna fyrir fram að tölvuna með kaffibollann. Þannig að þetta svona setur okkur svolítið fram í framtíðina og þannig ég held að við eigum að grípa þetta og passa okkur að þetta ekki aftur í sama farið en skoða hvernig við getum breytt og bætt. Já, ég held að þetta hafi bara svona stytt allar vegalengdir og gert margt af því sem að við töldum svona nauðsynlegt að sækja út fyrir okkar svæði svona bara miklu nær okkur og miklu auðveldar að sækja og fjármálaráðstefnan og mjög vel lukkuð en þetta ég tek alveg undir með þetta svona gott dæmi vettvang þar sem að við sveitarstjórnarmenn hittumst einu sinni á ári og fjarfundar fyrirkomulagi mun ekki leysa það af hólmi. Við þurfum að hittast reglulega og það líka gott en á sama tíma þá er gott að hafa hinn valmöguleikann og nota hann í meiri mæli og maður þarf ekki annað en að hugsa tilbaka allar þær ferðir sem maður hefur farið suður sem að hefði hæglega verið hægt að leysa með því fyrirkomulagi sem við erum að nota núna. Nákvæmlega. En hvað sjáu þið svona bara alveg að lokum vannýtt tækifæri? Eitthvað sem við erum ekki að nýta okkur og ættum að gera betur? Já, mér langar að minnast á fjarheilbrigðisþjónustu sem að ánægjulegt að heyra hvað að gera þarna fyrir austan. En við erum með svona tæki, fjarheilbrigðisþjónustu tæki hérna á Klaustri, en mér finnst svolítið kannski vannýtt. Það liggja tækifæri í henni að mér finnst við þurfum svolítið fólk hérna á landsbyggðinni, við þurfum að reyna að jafna aðganga af þjónustu og það svo ótal margir íbúar sem að treysta sér ekki og í höfuðborgina og fyrir utan kostnaðinn og hvað þetta langt ferðalag fyrir suma og erfitt að í auknum mæli að færa þjónustuna til íbúana á þennan hátt, sérfræði þjónustu sérstaklega. Svo finnst mér bara Ísland ljóstengt verkefnið. Það hefur ekki lokið hlutverki sínu. Það búið að vera að lyfta greitt í staki með landsbyggðina og dreifbýlið og það veit ég, verið að leggja lokahönd víða. Þannig að næst eru litlir þéttbýlisstaðir. Við erum náttúrulega á þeim staða að horfa upp á höfuðborgina og fá ekki eina línu heldur 2 inn á hvert einasta heimili. Og á meðan þá erum við á landsbyggðinni að leggja út fyrir hverja einustu tengingu og til þess að þetta verði hægt hreinlega. Næsta skref eru þéttbýlisstaðirnir litlu. Þeir eru víða mjög illa tengdir. Það næsta skref. Ragnar. Já, algjörlega, ég tek undir þetta og við erum komin svona núna loksins á stað með fjarlækningabúnaðinn hérna og ég held að það og svo fjölmörg önnur tækifæri sem að munu skapast sem að maður gerir sér ekki alveg í hugalund kannski en bara sem að tengjast á 4. iðnbyltingunni og þessi sjálfvirkni sem að það hefur för með sér öll þessi róbótavæðing og allt það sem að við á eftir að verða veruleika
og þar verður ljósleiðarinn algjörlega í lykilhlutverki, en svo held ég að bara einnig þá sé þessi öryggisþáttur ljósleiðartengingarinnar vanmetinn og þá kemur þessi hringtenging og þetta allt saman inn í og þannig að það þegar hringtengingin komin að þá verður komið á mun betra öryggi í fjarskiptamálum þjóðarinnar og sem að mun efla GSM-kerfið og hafa mjög jákvæð áhrif og snertir mjög marga þætti samfélagsins. Takk fyrir það. Ég held við látum þetta vera að loka orðin í þessum 37. þætta pólitíkinni. Við erum þó ekki hægt að tala ljósleiðara því fljótlega verður hjá okkur Haraldur Benediktsson sem ég nefndi áðan sem hefur verið í þessu verkefni frá upphafi og núna í stjórn fjarskiptasjóðs og ég ætlaði meðal annars að spyrja hann þessi atriði sem vorum að ræða núna í restina hvernig við getum nýtt þessi vannýttu tækifæri og hver staðan á því og einnig að ræða við hann þrífasavæðingu því ég veit að hann að leiðir starfshóp á vegum Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra þar sem að ég veit að sama hugmyndafræði er uppi. Þannig að endilega þeir sem eruð að hlusta fylgist með þegar þáttur fer í loftið. Viðmældum mínum þakka ég kærlega fyrir að koma í þáttinn og ræða þessi mál við mig. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt spjall og ég held að framtíðin sé nokkuð björt ef við höldum áfram á þessari leið fyrir allar landsbyggðir eins og sumir segja á Íslandi. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Takk fyrir.